Góðan daginn, fallega fólk. Ég er núna mættur í fyrsta hjólatúrinn, eða annan hjólatúrinn á nýja hjólinu, Pivot Shuttle AM í Pro-Spec. Búinn að taka einn Reykjadal á því sem ég fór svona last minute með rafmagnshjólahópnum í Tind. Fórum hérna last round í Reykjadalinn síðustu viku. Það var geðveikt, lentum í smá snjó og allt svona, gjörði svona hálf frosinn neðurhlutin, var ógeðslega gaman. En já, við erum ennþá að kynnast þessi hjóli. Bara svona first impression komandi af Pivot Shuttle LT á AM núna. Sko, ég átti large Pivot Shuttle LT núna í fyrra, eða sumar sem var líða. Sumar undan átti ég medium Shuttle LT. Það hefur verið to date einhvern veginn bara svona besta hjól sem ég átt. Það er að tala bara hvað ég einhvern veginn er að tengja við hjólið og hvernig það virkar. Ég ákveð að fara í large fyrir sumar sem var líða og ég náði aldrei þessari ultimate tengingu sem ég var alltaf að eltast við, sem ég átti við hjólið á undan. En það vandist það helviti mikið, en ég fann þetta aldrei, það var aldrei það sama. Ég var alltaf svona einhvern veginn að láta það virka fyrir mig, fannst mér. En núna er ég á large Shuttle AM sem er náttúrulega svona aðeins örlítið fíngerðara hjól. Meira svona all mountain trail, rýtsið styttra, já, síkbústengulið er brattara og maður er svona meira einhvern veginn svona yfir hjólinu. Sem að gefa mér mjög mikið þessa tilfinningu sem að ég fann á medium Shuttle LT. Þannig að strax líður mér mjög vel. Og já, hvað er svona sem ég finn svona það fyrsta, það er náttúrulega nýji 50 kynslóða reismótorinn í þessu hjóli sem að er bara aðeins meira punsi. Það er bara, maður finnur það alveg þegar maður er að fara upp brattari brekkur með allt í botni í 100 Nm. Það er bara hérna aðeins léttara og fer aðeins hraðar. En ekkert eitthvað svona major, það er bara nice, luxus. Hjólið er líka aðeins hljóðlátara á þess blir niður í svona miklu hristing. Aðeins minna hljóði í mótornum. Hjólið er líka með RockShox fjörun sem er bara með allt öðruvísi karakter en Fox og ég er að dyrka Maven bremsur. Það er alveg svona, hvað segja, þetta er bara svona allt öðruvísi en allt annað. Þetta er bara svona tilfinningin og powerið er geggjað. Það er eitthvað sem ég tók eftir strax. Síðan er restin svona eitthvað sem að ég kannast við hvað var það ífliti. En ég finn bara ógeðslega vel hér hvað það er þægilegt að klifra á þessu hjóli. Það er líka svona stórt sem maður finnur strax. Það er því að eins og á Íslandi þá er rosalega mikið af slóðum þar sem maður þarf að hjóla upp sem eru bara frekar brattir og þá er svo óbáslega gott að vera með hjól sem er aðeins meira gert fyrir þetta klifur. En á sama tíma erum við líka með ógeðslega skemmtilega leiðir sem þú vilt fá sjálfstraust frá hjólinu í og ég held að við séum bara með hinn fullkomna millivegi hérna með þessum 160 seppa framann, 150 travel aftan. Ég er spenntur. Við erum hérna búin að hjóla úr Kópavoginum upp í Vífilsdalshlíð. Ég er að koma hérna bakdyramegin yfir hæðina. En já, líka eitt svona punktur að
Mér finnst Large Shuttle AM vera þarna svona á milli Medium Shuttle LT og Large LT. Þannig að ég að finna mig rosalega vel að ég svolítið mikið á milli stærða þarna í LT-inu og ég fann bara að ég fór á Large AM að það talaði beint til mín. Og að mínu mati á Íslandi að fara í 160-150 hjól úr 170-160, þú ert ekki að missa af það miklu. Ef þú ert nú þegar með gott hjól, með capable suspension platform eins og pivot hjólinn, þá finnur ekki svo mikið mun. Og ég líka leiðirnar hérna heima eru svona meðalhraðin er ekkert rosalega hár. Ekki á mörgum stöðum. Og það er ekki á mörgum stöðum þar sem þú ert að gjörsamlega gunna í einhverju mega ójöfnum og kompressjón. Oftast er þetta svona aðeins hægari, meira svona mellow, single track, endurleiðir. En já, það er spurning hvernig leiðirnar í skóginum eru. En ég vonast til að þetta verði skemmtilegt balans af gripi og ekki gripi. Ég held að þetta sé ekki of mikið bras á venjulegum dekkjum sem ég er á núna. Fyndið með hann skjá hérna á hjólinu. Mér er svo drullu sama skjái sko á hjólum, en þetta er cool. Það er cool að sjá þetta þarna. Þetta er svona punktur niður í einhvern veginn. En þegar maður hægt að sé hérna síma minn hvað klukkan er, hraða, hvaða vött og cadence ég er á, já, símabatteríið mitt, e-bike batteríið, hvað ég er búinn að hjóla langt, eitthvað svona average, blablabla. Já, þetta er cool. Kíkjum inn í fyrstu leið. Maður finnur líka hvað það hjóli er ógeðslega silent. Því kannski bara heyrðu það á leiðinni niður. Það heyrðist ekki múkk í því sko. Oh my god! Langt sér hjóla hefur ég. Nice! Beigja þetta í endan og svo hökku sko. Ég er núna að hjóla bara með hjóli í Tour Plus. Ég er sko búinn að downtuna. Ég held ég sé að renna 60 Nm og 600 watt assistance. Þetta er rauninni stilt eins og hérna litli bossmótorinn á SL hjólinu, Shuttle SL. Ég er svona að fá aðeins meira svona Zone 2 cardio í dag. Ég sitti hjóli bara í þetta þegar ég fór út heima og þegar þú byrjar á þessari stillingu og ert ekki að breyta og þá finnst þetta bara drullu næs. En leiðu þú skiptir í smástund í turbo, upplegra bretti eða eitthvað,
að þá er það svo erfitt að fara aftur í minniaðstofana. Eins og hér, það er svona pínubratt. Það er ótrúlega njútral yfir hjólinu. Það var ekkert eitthvað veifering framenda. Já, hjólið sem ég er á er sem sagt í Pro-spec. Það er svona millitýpa. Svo til ódýrari týpa sem heitir Ride og dýrari týpa sem heitir Team. Ride-specki kemur með RockShox Lyric að framann, ekki með racemotor og með afturþrýtning. Það er svona stærsti munurinn. Það vantar bara aðeins svona, ekki rafmagnsgírar, bara svona aðeins ódýrari íhlutir en samt mjög solid spec. Komast við hér. Easy. Það hefur aldrei verið jafn auðvelt. En já, og svo er Team speccið. Það er með karbon gjörðum, Fox Factory fjöðrun með Fox 36 að framann. Já, það er með flottari útgáfu af rafmagnsgírunum, léttari kasseta, karbon sveifar. Já, með racemotor, hefstöru batteri og allt það. Þannig að það er líka aðeins léttara bild. Það er alveg í medium stærra 21,5 kg. Menna Pro-specki sem ég er á er 23. Það er mun alveg lúmust. Þetta er bara léttari kasseta, léttari gerðir, léttari sveifar. Þannig að það telur sko. Og örugglega aðeins léttari fjöðrun líka. Það er 36 stansional dempari í staðan fyrir 38 eins og á Seppinum. En af því að ég er svona tölvöld meira svona Gravity Focus Rider almennt, að þá var ég svolítið hrifinn af þessu Pro-specki af því að það er með þessum Sepp sem er breiðari dempari. Það er svona heillaði mig og ég er líka bara spenntur að fara í RockShox. Ég er að fíla mig ótrúlega vel á þessu dóti. En já, hérna er hjólið. Það sem er ekki búin að sjá það. Það er að þessi litur er að koma heldur vel út. Persónulega var ég til að setja silfur hérna og hér. Það er þessi límiða. Það matsa svolítið bara blingið og grafíkina hér. En já, við erum bara að taka það svona nokkuð rólega. Fyrsti snjór og reyna ekki að detta. Ég þarf að pumpa meira hérna framdömm bara. Og niður himnastíðan í Kópavogi áðan. Svoleiðis heyrðist eins og byssu kvellu þegar ég bóttum að út framann. Það er ógeðslega næs í öllu þessu small bump dóti. Leið og kemur eitthvað smá stúrt kompressjón að þá smettur hann saman. eins og byrjuður að gerast hér. Slapp. Ég vil dempra svolítið í törsku, ég ætla að pumpa, prófum að setja 3 PSI í framdempran. Ég var með 74 PSI að framan. Þessi að setja 5, 67. Prófum 77. Ég var búinn að vera að runna allt sumar. Töluvert meira framrúll á stýrinu. Ég sé bara, ég fann það smá á hann og sé núna bara
Það er miklu aftar en ég er vanur að hafa. Þannig... Tökum smá klifur, misjón, hérna. Sleift reynum að leggja stað hér. Nei, hver andskotið? Þetta er góða kafli. Nokkuð vel gert, við komum sérna aðalega upp. Új! Við komumst upp samt til stóra hana, sko. Þetta er svo frosið, þetta er bara klaki, sko. Já. Új. Nei. Klúðraði bara auðveldast á staðnum. Elska eitthvað svona dót. Bara svona off-camber bratt, maður er bara eitthvað svona að króla niður og í einhverju off-camber. Maður halda einhverjum highlines. Já, komið hérna inn í. Svo fyndi ég er búinn að hjóla allt hérna svona 100 sinnum. Það er samt ákveðna leiðir hérna minn í skóginum sem ég man aldrei hvaða inngangur leiði hvert. Já, ég bara sópaði það með fésið hérna. Oh my god, hvað þetta hjól er ógeðslega smúð. Ég veit ekki alveg hvað ég á að hjóla.
Já, þá er einhverja góða hugmynd. Kannski bennabrautin út í enda. Fyrst ég hérna. Sem sagt, hérna aðeins lengra hingað útsýnispallurinn í Vífilsdalshlíð og svo hérna bara allur skógurinn eiginlega eftir í þessu átt. Hér leið sem ég held ekki nógu margir viti af. Ég ætla að sýna ykkur hana ef einhver að horfa sem ekki komin hérna. Því ég var hérna með strákum sem hjóla mjög mikið. Þeir hafði aldrei komið hérna. Það bara mjög stutt síðan ég fór með á hingað. Byrjar smá svona rocky. Það svona frekar krappar og beygur. Új! Svona rætur og steinar. Þeir hóla hér. Þetta beygja. Kemur frá smá zigzag. Þetta fræða. Það kemur svona grjótgarður hér. Sem búin að breytast ógeðslega mikið síðan fyrst. Og svo eftir þess að beygja hér kemur ógeðslega brattur kafli. Alltaf smá trikki. Þetta ekki einhver. SD-kortið fylltist þegar ég var á leiðinni niður. Þannig ég á 20 sek eftir á kortinu. Og klára þessa leið hér. Oh my god! Svo ætla ég bara að fara heim. Takk fyrir að horfa.